Föstudagsþátturinn heldur áfram og við ætlum að vinda okkur yfir í leiklistina því að í fyrradag var fyrsti samlestur á söngleiknum Grís hjá leikfélagi Verkmenntaskólans á Akureyri og hingað til mín er komin formaður félagsins Embla Björk Jónsdóttir. Vertu velkomin í þáttinn. Takk. Hvernig gekk fyrsti samlestur? Það gekk bara rosalega vel og bara þetta er rosalega flottur leikhópur. Það ekki, og þetta var náttúrulega með, var hann í persónu eða var þetta á neti? Nei, við vorum með Zoom-fund með öllum leikurum og svona útlitshönnuðum og já. Já, það er náttúrulega bara bregðast við aðstæðum og svona. En ótrúlega spennandi og það er fyrirhugað þetta frumsýna Grís í febrúar ef allt gengur eftir. Ef allt gengur upp, já. Það hefur verið svona, við höfum alltaf verið að gera þetta í febrúar í VFMA og það var gert í fyrra og hitt fyrra og við vonum að við getum haldið áfram því mynstri. Já, það hlýtur að vera. Það verði orðið örlítið betra í ári þá. En það er svo að Pétur Guðjóns ætlar að leikstýra ykkur. Og það er búið að velja í öll hlutverk. Já, það var gert fyrir svona cirka viku síðan. Og það bara, er ekki allir bara rosa peppaðir þrátt fyrir að hafa ekki getað haft þetta í eigin persónu, samlesturinn? Við erum rosalega spennt og það var einhvern veginn ekkert minni andi í hópnum þó við værum ekki saman. Nei. Það er kannski bara oft svona betri athygli og svona, ég hef fundið bara svona þeir Zoom-fundir sem eru setið á sjálf að tíminn nýtist oft bara betur heldur en þegar að minna svona spjall í kringum hlutir þó það sé gaman líka. Já. En hvernig kom það til að það voru svolítið langt síðan að Grís hefur verið settur upp hérna fyrir norðan? Hvernig völdu þið verkið? Það kom upp fullt af hugmyndum og okkur líst bara best á. Við vorum með svona lista og þurftum að kjósa hvað okkur finnst. Já. Og þetta bara var fyrir alveg og við bara lendum á þessi. Já, það þarf ekki að vera neitt meira á bakvið heldur en það. Það er enda frábært verk og við vorum að tala um það hérna fyrir viðtalið tónlistin náttúrulega svo ótrúlega skemmtileg. Og hvernig ætlið þið að vera með lifandi tónlist? Já, við verðum með liveband og það er skólahljómsveitin í VFMA. Frábært. Þannig að þetta verður heljarinnar uppsetning. Já, við ætlum okkur stóra hluti. Já. Nei, að setja marki á það. Það er líka þá eins gott að vera búið að slaka á takmörkunum bara þannig að bæði að fólk geti komið en líka þannig að geti verið svona margir saman á sviðinu. Og þetta er náttúrulega í fyrra þá settuðu upp Tröll, var það ekki? Já, sem gekk rosalega vel. Það var geggjusýning og bara skemmtilegt að vera með original verk. Já, einmitt, sem hefur ekki verið gert áður. Og skemmtileg líka svona skemmtilegt jafnvægi hjá okkur í fyrra þá með barnaverk og svo þá í ár og svo næsta ári með svona verk sem eru kannski meira fyrir fullorðna eða eldri allavega þó að þetta höfði Grís til fólks á öllum aldri myndi ég segja. Og þú ætlar að leika sjálf í sýningunni, er það ekki? Já, bæði ég og hinn formaður leikfélagsins, María Björk, erum að leika í verkinu. Já. Er ekkert erfitt að sinna þessu öllu? Sko, við vorum efins hvort við ættum að gera þetta en svo hugsaðum við bara, við erum tvær saman. Já. Við getum balansa verkefninu á milli okkar og við bara vonaðum það besta. Já. Við ætlum bara að vona að við getum gert það og ég held að við getum það. Ég er alveg viss um það, líka eins og þú segir, því að þið er að deila ábyrgðinni og það er líka örugglega mjög erfitt, ég ímynda mér það að vera formaður sem hefur brennandi leiklistar áhuga og mega ekki vera með í fúttinu, sko. Já, sko, ég ætlaði ekkert í pröfur en svo bara gat ég ekki hætt. Nei. Ég þurfti bara að vera með. Akkúrat. En það er náttúrulega gleymið samt sem ára, auðvitað er að þó að maður hafi áhuga því að vera á sviðinu og svona, þá er náttúrulega ekkert síður mikilvægt allt sem gerist að tjaldabæk. Klárlega ekki. Og ótrúlega margir sem koma að svona uppfærslu. Hvernig til dæmis útfærið þið með leikmynd og búninga? Er það eitthvað sem þið gerið sjálf? Já, sko, það eru bara nemendur í skólanum. Já. Og við, stjórnin höfum svolítið svona yfir umsjón með því en við leyfum þeim bara að handla þetta. Já. Og er þá einhver yfir búningahönnuður eða er það bara svona leikstjórinn í samráði við þá sem að því koma? Það er svolítið mikið bara Pétur. Já. Og hann bara ákveður hvernig hann vill hafa þetta og við reynum að gera okkar besta til að
láta það gerast. Já, láta þá sín verða veruleika. Og sama náttúrulega með sko dansa og svona, þú veist, er það nemendur sem hafa veg og vanda að svona kóreografíunni? Við erum með danshöfund núna. Já. Eva Reykjálín er að kóreografa fyrir okkur. Frábært, þannig að, og eru þá líka með, sér svo hljómsveitin útsetningar sjálf eða? Já, sko við réðum til okkar tónlistarstjóra sem er Kristinn Edelstein. Já. Og hann í sameiningu við formann tónlistarfélagsins muni útsetja. Einmitt. Frábært. Þannig að þeir eru með einvala lið með ykkur í þessu fyrirtæki öllu saman. Já. Og hvernig verða æfingar á þessum tímum? Það verður bara komið ljós. Já. Við ætlum að reyna núna að hittast svona hópar. Já. Það er kannski, þú veist, strákagengið og stelpugengið og svona, þú veist, ekki allir leikhópurinn en samt. Já. Það verður þá eftir 17. Já, akkurat. Samt svona hittast pínu, fara yfir. Brúa þessa rúmu vikur svona með því að hittast í smærri einingum og... En við vitum voða lítið framhaldið, við verðum bara að bíða sjá. Já, eins og allir, það er bara allir í þessari biðstöðu eða pattstöðu þangað til að verður tilkynnt framhaldið. En við vonum auðvitað það besta og þið hafið góðan tíma, það er náttúrulega allur desember og janúar og ætli að frumsýna snemma í febrúar, er ekki búið að taka ákvörðun? Við erum ekki alveg búin að ákveða, en ég reikna með að það verði í seinni hluta febrúar. Já, einmitt. Sýna bara og svo fram á vorið eins lengi og hægt er. Við náttúrulega verðum í Vaffuma núna, en ekki Hofið, þannig að við höfum aðeins meira frelsi hversu lengi við sýnum og hvenær og hversu oft. Frábært. Þetta er ótrúlega spennandi. Ég hlakka mikið til að fylgjast með og koma á sýninguna þegar hún verður frumsýnd. Og ég óska ykkur bara alls hins best og gangi ykkur ótrúlega vel og takk fyrir að koma í þáttinn og segja okkur frá þessu. Takk fyrir mig.